Góðan dag og velkomin í nýtt vlogg. Við byrjum þetta vlogg á Akureyri. Það nú engin torfæru tilgangur fyrir því að vera hérna akkurat núna, en ég samt að fara að kíkja á Binna Sjött og kíkja á Predatorinn. Predator eða Predatorinn hjá honum. Það verður helvíti merkileg smíði held ég, þannig að við ætlum að kíkja þangað og sjá hvað að frétta. Það sko... Ég var bara að nota daginn þegar ég var að koma þetta í dag. Svo að lyfta þessu. Þetta er... Hvað er að frétta hérna eiginlega? Yeah! Þetta er litla djöfull sem ég er spenntur fyrir þessari smíði maður. Þetta er bara... Þetta er líka. Þetta getur orðið þitt sko. Þetta getur líka sökka, alveg sko hitta. Eins og séð það er ekkert komið voðalega langt, en hérna... Það er þarna ný vél á leiðinni frá Bandaríkjunum. Já. Hérna... Ný vél? Já, ég pantaði henni að vilja. Ok. Eins og þessan er hann bara, hún þolir 750 hestur. Þetta er 900 hestafla túrbína. 8 AP. Og 90 ásingars. Ljónakassi. Já. Staðista gerða körpistól. Ég var að það er svo nokkuð. Ég skal taka þessa mynda, það voru að setja þinn, já? Boy. Ég kann ekkert á þetta. Þetta er geðveik myndavél. Já, ég var að setja að finna út á þessu sko. Þetta er ekki að fast, eða? Jú, þetta er allt fast. Já. Það er bara miklu meira pláss hérna heldur en lítur út á myndum, sko. Jeps. Þetta er geðveik. Hvað er hann reyður? Hann er... Já, hann er 1.32, semst. 32, ég held sko að minn hafi verið 1.55. Já. Eins og Jón Gnarr segir alltaf að verða með í podcastunum. Já. Og þetta segir þetta bara í algjöru trúnaði. Veistu hvað það fara á netið? Það geti einn maður alveg við, sko. Veistu hvað vill vera? Þetta var það. Já. Já, þú veist bara, þú veist þegar ég slæði af, þá er hann bara andilega, skiljum. Já, bara tikk, tikk, tikk. Það er bara eins og á rallybílu, sko. Já. Og geturðu, þú bara tjúnar það? Það er svo stígur konverter, ég veit ekki hvort það sé hægt, sko. Já. Þetta er bara orginal X5 konverter, sko. En ég held að Nitro verði samt bara fyrir valinu, sko. Veistu hvernig maður mappar svoleiðis? Er það bara senkar kveikjunni og bara fullt af bensíni? Þá ég veit það ekki alveg. Þú veist, ég hef aldrei gert það, sko. Nei, einmitt. En þetta snýst eitthvað um það að spjaldhúsið er sko opið 50% eða eitthvað. Bara þau slepp ekki við. Já. Og svo er hann bara að slá út kveikjunni og sprengi bústið. Það verður svo sett alltaf á lönns. Bara til að halda að spúli á bílunni, sko. Já. Þetta er þyngsta stykki í bílum, þetta er núna. Skiptingin? Þú veist, þetta er 120 kg með verðarbretti, sko. 120 kíló? Já. Plus skilur þetta. En þetta er 120 kg svona, þú veist. Viltu vita hvað mótorinn minn er þungur? Hvað er þungur? Já, hann er, hvað var það? Hann var, hvað, kringu 300 kíló? Já, það? Já. Það er alltaf út því það er stálblokk, sko, það er ekki álblokk á 62. Þú gast fengið en það var, þú veist, 10.000 aukadólarar eða eitthvað, þannig að... Mér finnst það pínu kósí að þetta sé svona létt, sko. Líka bara, sko, plássið, þú veist. Það er bara, þetta getur verið svo þétt og þægilegt fram í húti, sko. Einmitt. Og fótaplássið, þú veist. Já, einmitt. Það er eitt sem við erum búin að vera aðeins eftir hvort við höfum að færa hana aðeins lengra en þá túrbína komið svolítið langt út í lofti, sko. Já. Svo náttúrulega þetta inn í hana. Þannig að, þú veist, það verður bara beint inn í bílinn eitthvað sjógrænaunit, sko. Svo á ég svona eftir að ákveða hvort ég er að fara að nota intercooler eða hvort ég noti, þú veist, ég ætla að vera 85. Já. Þannig að það er svona spurning hvort maður er að fara í sprey, sko. Það er svo mikið vesen, ég veit ekki hvað ég nenni því, sko. Já, það er líka, þú veist, ef að það klikkar, þú veist, eins og í okkur náttúrulega, þá náttúrulega bara fer mótorinn, sko. Þannig að ég allavega mun aldrei fara aftur í metanól, sko. Það er ekki... En það er ekki nema að fara bara í hreint metanól, sko. Og þá er þetta orðið bara neitra, sko. Þú veist, metanól er bara neitra, sko. Já, meinur það bara keyra á metanól bensín? Keyra bara á metanól. Já. Og þú veist,
En það ekki fokk mikið vesen eitthvað? Kannski verður með búnaðinn sko. Já. Þú veist, þetta miklu meira ætthandið og eitthvað, fjallabönd eitthvað. Ég meina, þú veist, gengur þetta hægagang á því það? Já. Já, ok. Þú veist, ég meina eins og Gummi 303 þegar það var á Nissaninu með 2J, hann var að gera metal og Já, ok. Þú tótti að svona pínu systemið settir í gang. Já. Þú tótti að eiginlega sprauta bara bremsur hans í. Já. Þú veist, ég sé þá allan að gera það oft, ég hef aldrei keypt bíl með svona, en ég veit það ekki. Nei. En ef þú átt að inn í einhverju svona rými, skilur, setja hann í gang, þá þurfa helst allir að vera með kólafrýmu, sko. Já. Þegar metan lög bara, Jæja, herra. Þá bara haldið áfram að vinna í torfærubílum, hérna komum við saman. Það er 16. apríl í dag og vonin er að fara út að keyra næstu helgi, þó svo að bílinn verði ekki fullt klár til keppni eins og við viljum hafa hann í sumar. Við skiptum hérna bæði legur þetta sést í milliskaftið. Þannig að við vorum bæði að skipta legur í milliskaftinu og hérna krossinn. Það var bæði eiginlega ónýtt, glænýtt maður. Þannig að það er klárt. Þegar það er komið þá getum við sett demparinn í. Sævar var búinn með þá, þannig að það er hægt að skella þeim í sem gegja. Þannig að já, ég veit ekki hvað ég að segja meira. Ég ætla bara að fara að skrúa í þessum torfærubíl. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta best. Sjáu eitthvað hvað ég hérna. Milliskaft fer í búkaleguna og búkaleguna í framdrifið sem hérna. Ég er að finna alltaf heldur boltan í þetta. Okay. Bang. Það verður sér lýs. Við vorum að ræða daginn hérna ef maður mætti velja sér einn ofurkraft, hvað við myndum velja. Ég hugsa að ég myndi velja að vera viðbjóðslega sterkur í puttunum. Þá þyrfti ég bara aldrei að nota lykil aftur. Það væri ógeðslega næs. Bara, þú veist, sé bara bolta og þú getur bara að losa hann án þess að nota verkfæri. Pældi í hvað það væri næs. Ekki það maður myndi örugglega velja, þú veist, að geta teleportað eða eitthvað, en allavega. Shit. Góði. Okay. Íttu aðeins á lásinn. Ok, upp. Þarna. Nánast. Það var nærði. Bara stendur í lyftuna. Ok, þannig að við þurfum gas til að ná nú að lyftunni. Já. Deila. Marstu það voru ónýttar gengurnar í honum? Já. Bara eins og hérna? Já. Já, betur þetta var eitthvað tregt. Já, þú varst að hitta svo akkurat, sko. Alveg rétt, ég var að gleyma því. Ég var heil lengi að Já, ég man það núna þegar ég byrjaði á þessu.
Þetta ekkert mál, þú bara auðli. Það er gott að ég ekki hátt menntaður. Hvernig var þetta? Hvernig var ég að tala daginn? Sem ég held að ég var eitthvað mikið háskólamenntaður. Já, Andri, alveg rétt. Kúreki? Já, hann hann er búinn að vera að segja allir að ég sé háskólamenntaður viðskiptafræðingur. Já, hann talar það í podcastinu. Ég sé viðskiptafræðingur. Nei, hagfræðingur eða eitthvað. Viðskiptafræðingur eru gagnslausasta fólk á Íslandi, sko. Hvað ætlum við að gera við þessa lögn? Við erum ekki með svona allt fullt af einhverjum skaðmenntuðum vitleysingum, sko. Skaðmenntuð? Þetta geðveik lína. Þetta er bara að klárast. Yes, sir. Góðan daginn. Í dag er 23. apríl, það er sumardagurinn 1. Og við erum að stefna að fara út að pröfa. Við erum því miður ekki með plötur og neitt svoleiðis til að kofra bílinn. Sem er bummer því að það verður allt úti í sandi eftir þetta test. En ég held að það sé mikilvægt að fara bara, þarf ekki einu svona að vera að taka reitt á honum þannig sko fyrst, en við erum mikið búin að leggjast yfir demprafræði og stillingar, þannig að það er aðalega það sem við erum að fara að prófa sérstaklega núna, en svo helgina þá verður kannski tekið eitthvað meira á honum og farið í börðu og eitthvað. Við erum samt bara að fara 2 með bílnum hjá mér, þannig að það verður sennilega ekki mikið tekið upp. Og það er ekki búið að vera að taka mikið upp því að maður er búinn að vera meira fókusaður á að koma bílnum í stand, keppnisstand, þannig að það er einhvern veginn bara búinn að klúðra þessu pínu að taka upp og eitthvað, þannig að það er bara eins og það er, en já, það verður væntanlega ekki tekið mikið upp af þessu testi, en hinir strákarnir er alltaf að fara eitthvað, þannig að ég tek myndavélina og tek eitthvað upp, en já, það er staðan í dag. Þannig að vonandi náum við bara góðum grunn á demprastillingum og getum þaðan haldið áfram að reyna að tjúna þetta eitthvað betur. Það þarf að taka ykkur upp. Það kostar auðvitað. Þetta er 15 sko. Það er alltaf verið vikið hertar í það. Ég held alla. Þetta er svo bara spurning hvort þetta sé stopp sko. Já. Þetta er ekkert að gera annað. Nei. Það sé stopp og fara ekki að hreyfast sko. Þessi er að lokast. Þessi er að lokast, hann var uppi áðan sko. Hann var uppi áðan, hann er að lokast. Hann er að lokast. Hann á að vera... Nei, hann er að opnast segi. Hann er að, já. Hann á að vera að lokast til þess að stilla pústið. Ok. Það er sem ég er að spá í hérna sko nefnilega. Skrúa þess lengra. Þessi er að opnast. Þessi er að opnast. Já, þannig að það ætti að vera að stilla þennan. Já, þá er þessi hérna næstur. Næstur í rauninni. Þetta taka svo 2 í röð á exhaust. Það er engin hiti orðin á því, það er innan við 800 þá. Varstu með gas í öll skiptinu? Nei, bara, ég reyndi að fara hérna, ég veist að það var bara kallt, sko. Já, þú varst með það seinast samt hérna núna. Já, ég varst ekki að gera neitt, sko. Það var klálega betri samt hérna seinast. Það vantar samt setningu upp á. Já.
Það er búið að gera. Það taka upp. Hver tók upp í skýtingunum þegar? Það hefur ekki hafað það að finna. Ég er búinn að mjuta. Hún er með heit. Já. Það er ekki í þessu seinustu. Það er það. Fínu. Déjà vu. Laus. Brotinn. Frá. Það er brotið. Beint að nefna á maður. Inn í auga áskilum. Allavega ekki ákvæmsett, það getur ekki verið. Það er bara út af vittstíð. Bara minn. Ái. Oh my god. Það er bara suðan. Suðan er bara. Það er bara suðan. Þetta er heitt. Heitt hann niður? Já. Það er gáðan er blóð. Já. Það fyrir í það gott. Fór alveg. Mynda sökudóknar. Okay. Hver er ábjörn? Já, það er einmitt svona. Er kannski einhver... Nei. Það er engin suða eftir. Það held ég ekki. Nei. Þetta var bara þrykkt í að það ekki aðeins soðið. Jú. Já, var það ekki heilsóði? Nei. Ekki? Jú. Þetta er heitt. Pláningurinn er skemmdur. Það dróstu bara sundur. Það er reyndar inn í kassanum. Og ennþá betra og tókst ekki þetta seinasta raun. Já. Það er mikilvægt allt bara. Já, það er að draga hann upp á. Það er ennþá heitt. Hvað er þetta? Ég. Það er það. Ég? Nánast að áskjóður að skoða sundur skipti. Að renna þetta inn. Nota fötan til þess að sína, sko. Það er svona, Þetta er heitt. Þetta er heitt. En er ekki hægt að bara taka slífur okkur? Gert það við öxum í jeppa. Já. Þetta er jeppi. Já, þetta er En hefur það ekki bara verið að búa til allar en að hýta? Já, kannski. Já. Það hefur verið að pressa svo mikið á. ætlar þetta bara að vera heitt að eilífu eða? Þangað til þetta verður kalt. Já, eins og því sko. Nei, ég takk þetta upp að fara með þig. No problem. Eftir smá. Ekki svona? Stopp með þetta fyrir þér? Nei, hérna hot potato challenge. Já, það komið þér. Já. Hullan á olíu, það er. Já.
Ná, ég ekki samt að hella vökvanum af honum það. Og gera núna, sko. Það ekki þú sem varst undir Það er ekki það strax, sko. Nei, þetta er bara heitt og þetta er fyrir. Maður er alltaf að snerta þetta. nema þér. Það er allir alltaf að snerta þetta, strákar. Ég skal bara gera ykkur þann greiða. Herðu, þetta er heitt. Núna er að reyna að segja það. Hitinn er þér að kenna. Hittin er mér að kenna. Þessi er hann blámaður. Já. Þetta er sko í bakkinum. Já. Hún er alltaf hérna. Og mannst hvernig þetta fyrir saman ekki? Þessi Jó. er hérna inni og bláningin er Ég man ákvæmlega hvernig þetta fyrir saman. Því að þetta er verið að pressa þetta, þú veist, svona. Já. Verið að halda honum í. Ég fæ bakk. Þannig að það er þessu að kenna, ekki þér. Það er gott, það er gott. Hann keyrði samt Þú bíl. varst að keyra, þannig að þetta er samt eiginlega þér að kenna. Hann herti líka millikassan á millikassabitann. Hann var alveg ekki fastur á. Það held ég ekki. Það voru ekki Er boltar það? eftir. Jú. Það var einn eftir, hann lögðist það. Já. Hann hefði kannski gleymt að hörðu það boltar. Nei, við settum mér þess að hérna pakninga. Kíkti á Þegar það. það var að leka með, sko. Það er hægt að fá það, sko, þannig að þetta er hérna, sko. Hvað gerist það? Hvað var það? Þú áttu þetta. Nei. Ég skil. Ég skil þetta alveg. Yes, boss, yes. Hæ? Bearing. Ég man það. Þetta er jafn heitt. Þetta er ekki jafn heitt, nei. Þetta er heitt samt. Bearing. Hvað er það? Þetta er lega. Það er réttið það. Já. Þetta er lega, sko. Sýnist það? Þú ætlaði ekki að vera að prófa núna. Við gætum það alveg. En ég held nú að sem betur fyrir að virknin í bílnum er orðin bara helviti góð, þannig að það er bara að passa að það sé í lagi. Þetta var skýrið fyrir ykkur. Já, en þú veist, það er ekkert... Ég meina, við vorum eiginlega eitthvað sem er búinn með hennar stöld börðin hann. Allt orðið bara að lauga við. Riðja þau öll niður að verða. Já. Jæja, góðan daginn. Í dag er 27. apríl, mánudagur fyrir hellikeppnina. Það eru 5 dagar í keppni. Shit. Já, og við erum ennþá bara í undirbúning. Ég veit ekki hvað strákarnir tóku mikið upp frá demparatestinu og tjúninu. En við fórum sem seinustu helgi í fyrradag og fórum og testuðum demparana, fórum að tjúna demparana. Alveg í drasl, byrjuðum alveg frá grunni og fórum bara að prófa allan anskotann, prófuðum mismunandi þrýsting, mismunandi klikk á kompressorinu, rebound, allt þetta er allt bara upp og niður og fram og tilbaka. Sjá bara hvað virkar og hvað við erum sáttir með. Og við enduðum á allt öðrum stillingum heldur í fyrra, sem að ég er mjög jákvæður með. Ég held að það verði mikið betra enn í fyrra. Hann var alltaf dauður í fyrra, hann var alltaf mjúkur. En núna virðist hann dempa mjög vel, þannig að já, tókum líka drauminn í þessu sama testi og hann var svo sem aðeins minna keyrður heldur en við, en það er samt, hann hafði að keyra slatta og prófa fjörun og hann lítur líka rosalega vel út. Við erum bara á svona nokkuð svipuðum stillingum. Þannig að, já. Og já, ég var bara að klára að ganga frá öllu í kringum skiptinguna, strákarnir hendið henni í núna á sundaginn. Svo ég segi, það er búið að vera svo mikið að gera, ég bara hef ekki haft rænun á því að taka neitt upp eins og í gær. Það voru á tímabili 4 torfæribílar hérna inn í þessu litla, þetta er nú reyndar ekki lítið bíl, en það voru 4 torfæribílar hérna inni í gær. Það var sem sagt Finnur á klettinum var að testa það út í fjöru og það var eitthvað gallið með nítrói hjá honum, það virkaði ekki, þannig að við náðum að græja það og seifrásboltinn hjá honum var laus og eitthvað, þannig að náðum að græja það. Og svo var líka í klakinn hérna inni,
þessi 2 gödubílar. Þeir voru hérna inni og hérna við vorum eitthvað að mappa hann til. Það var þessi nýbúið að gera upp hérna vélina í honum og settur aggressíveri knast og svo eitthvað í þetta, þannig að það er eitthvað aðeins að breyta bensínmappinu en ekkert mikið meira en það. Þá bara virkar hann allt í lagi. Þannig að já, það er staðan. Það er bara svona smottir í stund framundan í Opel-minni. Já, það er komið hérna nýja loftsystemið okkar, inntækið. Þetta er það sem ég var að tala um. Þetta er svona hvolf í kringum throttlebodyið, sjáum við það hérna undir. Þannig að það er rými í kringum throttlebodyið og svo er rör eða prófíll frekar alla leið inn í með 2 stórum síum á endanum. Og þá núna er sem sagt loftsían eða sem sagt þetta unit er mikið neðar, þannig að það er minna stress með að velta og ef maður veltir að þá er maður mikið minna stressaður um að sían, þú veist, brotni eða bogni undan og hleypi möl eða drullu inn á sig, því að þetta er bara heilt unit, þannig að þetta frekar þá bogna niður en blokkar samt en þá inntækið. Já, það er komið nýtt body eins og sést í rauninni ekki. Það bara fór strax í hakk á því að fara að testa út í jökli. Þetta er svona eins og að keyra bílinn í gegnum þvottastöðu en í staðinn fyrir þvottastöðu þá er það sandblástur að fara þarna og testa. Þetta er alveg rosalega gróft og líka bara sandur sem að spænir upp allt bodyið, þannig að það er pínu bömmir, þannig að hann verður ekki alveg tipp-topp á hellu en nóg að því bodyið er svona cirka bara eins, bara smá meiri svona slettur og grafík í bodyinu sem gerir hann meira uppbrot á svarta litinn. Þetta er mikið skárra finnst mér. Þannig að já, það er bara staðan. Ég ætla bara að halda áfram að dunda eitthvað í honum, skiptum takka fyrir afturstýrið og klára að setja olíu á skiptinguna og bla og bla. Það er svona smá heilræði sem maður hefur lært í gegnum árin, en að þú startar aldrei torfæribíl nema þú situr inn í honum. Ok, startarinn virkar ekki. Fuck. Já, ok. Startarinn er ekki í. Oh my god, maður. Come on. Jesus. Ég hef eyðilagt hana. Ok, mitt. Fuck, maður. Þetta er ástæðan fyrir að maður klárar alltaf hvað maður er að gera þegar maður er að gera það. Nú finn ég ekki fucking startarabolta. Ég meira þess að kíkti hérna undir til að sjá hvort það væri ekki allt í. Jesus Christ. Það er nokkuð búinn að slátra þessum startara. Þannig að tekur aftur á baka áfram og allt er góð í.
Já, ég náttúrulega, ég gleymdi að tala um það áðan með með skiptinguna náttúrulega í testinu. Við fórum náttúrulega þarna út í jökulinn að testa og náðum að stilla fjörunum alltaf. En svo fannst okkur skiptingin vera að hitna eitthvað alveg asnalega mikið, svona miðað við í fyrra. Ég tók bara 1 run og þá var hann bara komin upp í 200 Fahrenheit. Þannig að við ákveðum að hætta að fara heim, kíkja á skiptinguna, tókum vökvann undan og þá var hann bara, það var í rauninni ekki ljótur en það var bara ógeðsleg sko hitalykt, ekki brunalykt. Þannig að þá ákveðum við bara að kippa henni úr. Tekur okkur náttúrulega bara, þú veist, ég veit ekki, upp á lift í 10 mínútur kannski að taka henni úr eða eitthvað. Þannig að við kipptum henni úr. Og þegar Siggi er að kippa henni úr, eins og ég segi, það er náttúrulega bömmur ég tók ekki neitt upp. Ég bara, það var svo mikið að gera eitthvað á þessum degi að ég bara tók ekki neitt upp. Jú, ég tók eitthvað upp. En Siggi var að taka hann úr og hann var svona að kippa í millikassan og þá var hann bara laus á skiptingunni. Já, og þá hafði millistykkið milli skiptingarinnar og millikassans sem er bara álstykki, það hafði bara brotnað. Er þessi tónlist alveg bara mökk há eða kemur í ljós. Já, þannig að millistykki brotnaði og þá hafði millikassin í rauninni legið og verið að ýta output-öxlunum á skiptingunni niður og þá var hann bara að þvinga og bara sjóð hita skiptinguna. En gírarnir sluppu og bandið slapp og það slapp allt saman. Já, þannig að við lögum bara millistykkið, settum það saman og skiptingin aftur í og allt í út í. Þannig að þess vegna var ég náttúrulega útskýrði þetta ekki áðan. Ég man ekkert hvað ég tók upp, þannig að útskýrði það allavega núna. Og ég veit ekkert í hversu mörgur rönn þetta hefur verið svona. Þetta geti hafa gerst bara í fyrsta rönnu og því að hún var að hita sig allan daginn. Þannig að þetta geti hafa gerst bara strax sko, og við hefum tekið bara 4 rönn á þessu svona. Þannig að, en það hélt allavega, þannig að þetta ætti að vera bara í standi núna. Þessar shiny maður. Hætta þessu Big Blood kjaftaði. Já, þetta er beint í Darvararbílið. 7 í 440. 3 í 5 og 1 er yfir 440. Þetta er alveg. Það er bara hér. Já, og svo. Það er afturbeðið í móti Galopin. Já. Það er kannski... Það er ekki kassan þessu leið. Nei, ég er alltaf nýbúinn að skipta það. Kannski skiptingin? Já, ég er nefnilega að sé pínu eftir því að hafa ekki tekið skiptingu með. Já, trúi því. Það er alveg sniðugt. Já. Það er svona skemmtilega sjokkið. Nei, akkurat.
Þetta er hérna það sem er fyrir ofan 9 sekúndu. Já. 75 foot-pounds. Ég vissi það. Já. Það er föstudagur í dag. Það er torfæra á morgun. Og við erum að skipta mótor í Monte Carlo. Mér finnst það frekar stressandi. Gamli mótorinn sem 350 sem ég seti saman er úrbræddur. Ekki út af því ég seti hann saman. Ég lofa. Gæti verið út af því. Aðlúði hann lag, þú veist, lítir af olíu á dag og ég var orðinn frekar kærulaus með það, þannig að 383, 444 hestöfl, plug and play. Ok. Herðu, nei. Fyrstu. Ég held það. Nei, hann kom inn. Hanna. Ég held að það sé komið, sko. Það var eiginlega of létt samt. Já. Já. Anna. Ok. Já. Já. Það er sérst föstudagur í dag. Hella er á morgun og við erum í því að skipta mótor í deilíinu mínum en ekki torfærubílnum. Það er sérst 383 frá Blueprint, hann er 444 hestöfl. Mér hefur búið að langast kaupa þennan mótor í 2 ár núna. Mér bara hefur vantað bíl til að setja hann í og svo fór mótorinn núna í honum, þannig að þá var þetta bara pantað á Summit og bara komið eftir 9 daga, þannig að það er helvítið þægilegt og þetta er svona eiginlega eins plug and play og það getur orðið. Eiginlega voðalega litla breytingar sem það er að gera svo að þetta passi í. Það er nýr konverstor, stólar hærra og reyndar í CFD hafi ekki tekið skiptingu en hún er svo sama ennþá. En já, annars engar stórvægilega breytingar til að koma þessi í því að 383 er 350 blokk. Þannig að þetta er allt nákvæmlega það sama nema það er 400 seifar á sig í honum. Þannig að það er einu munurinn. Ég segi það er frekar óþægilegt að gera ekki eitthvað torfæri tengt degi fyrir torfæri. En það er allt klárt, við erum búin að testa, búin að stilla fjörun, milliskaftið, milli stikkið, milli skiptingar og milligasa brotnaði þarna og við erum búin að gera við það. Þannig að það er allt í lagi, það er bara eftir að filma smá. Filma nýja loftintækið og svona og þá er hann bara klár, sko. Og draumurinn var að ná Monte Carlo á hellu en það mun ekki hafast, held ég. Við eigum náttúrulega ennþá eftir að lesta allt saman, allt torfærudraslið. Þannig að já, ég held að við tyllum honum bara í og köllum það gott. Föstum skiptingu og föstum mótor. Þá ætti það bara að vera fínt. Gallinn er reyndar að þegar það er komið að þá er voðalega lítið annað eftir, þannig að það er freistandi að halda áfram en ég held maður þurfi að fókusa á torfæruna, degi fyrir torfæri, þannig að já, þannig að við höldum eitthvað áfram að reyna að tylla í en næsta sem þið sjáum er örugglega bara frá hellutorfærin.
Fyrst og fremst verið öll hjartanlega velkomin. Það mjög gaman að sjá ykkur. Ég ætla að fara þetta yfir svona helstu atriðin. Góðan dag. Það komið 3. maí, sunnudagurinn eftir hellu. Við erum búin að henda bílnum. Það allt rasli hérna komið inn aftur, þannig að það þarf að fara að taka til og raða því tilbaka. Já, hella var í gær. Það var örugglega ekki mikið tekið upp. Ég held að það hafi ekki verið neitt tekið upp. Myndavélinn týndist bara einhvern veginn. Þannig að, já, það eru engar klippur frá hellu þannig séð og líka það var ekkert stórmerkilegt sem gerðist í rauninni. Það bara bilaði voðalega lítið, það sprakk einn dempari hjá okkur, við skiptum hann í hádegishlíðinu og allt, þannig að það var ekkert stress og ekkert mikið að. Þetta gekk bara, eins og ég segi, það var engar stór bilanir, þannig að maður gæti keyrt allan daginn, en þetta fór ekki alveg nógu vel. Endum hérna í 7. held ég, sæti 7. eða 7. Já, sem bara pínu sorglegt því að það munaði bara rosalega litlu á að við hefðum híft okkur upp í meira þess að pall. Á bæði, já, það var eiginlega bara önnur og þriðja brautin. Í annarri brautin þá var ég komin upp eins og Finnur. En þá renn ég af bensínpedalinum og festist á bak við bremsupedalann. Þannig að þegar ég er komin upp þá næ ég ekki að gefa í og þá bara renn ég aftur niður. Þannig að við settum þessa fínustu lagfæringu teipum sandpapír á gjöfuna og settum líka bensl í kringum skóinn hjá mér og eitthvað, þannig að já, náðum að græja það, en bara mjög sorglegt að hafa verið komin upp og hafa runnið niður út af því, bara basically eins og að bíllinn eins og það hefði dáið á honum. Þannig að það var mjög leiðilegt. Og í þriðja, þá vorum við í rauninni þeir fyrstu sem að, við vorum svo snemma að við vorum fyrstu sem að fórum upp, en ég fór aðeins og langt til vinstri hjá hliðinu og á of mikilli ferð, þannig að ég fór fram hjá hliðinu og náði ekki að bakka til að koma mér inn í það. En já, þetta alltaf að verða betra og betra. Fjöðrunin gjörsamlega sturluð, hún ógeðslega góð. Þessir tímar sem veitum út í jökli að stilla að tjúna fjöðrunina bara skilaði sér þvílíkt. Þannig að ég er mjög sáttur með hann bara étur allt saman ótrúlega vel. Og svo bara tilfinningin við bílinn að öll að koma, þetta alltaf að verða betra, þannig að það bara gott. Þannig að við vonumst bara eftir erfiðari brautum í Stangarhyl, sérstaklega þar sem að menn voru eitthvað algjörir kjúklingar eins og í annarri braut að þora ekki að láta vaða í barðið. Þannig að við vonumst bara eftir erfiðum brautum í Stangarhyl, þá tökum við þetta klárlega. Þannig að já, eins og ég segi, bara fyrir eitthvað sorglegt að enda þarna 7. eða 7. Eftir já, þennan dag þar sem vantaði svo lítið upp á að klára þær brautir. Þannig að já, þannig að það bara betrumbætingar á því sem að fór úrskeiðis, eins og pedalinn. Við erum eitthvað að smíða skó í kringum pedalan eða eitthvað svoleiðis svo að ég lendi ekki í því að renna, því að það svo mikið bil á bak við bremsupedalan. Ef ég renn, þá renn ég á bak við bremsupedalan og festist á bak við hann. Þetta er svona og ég rann hingað og festist á bak við bremsupedalan, þannig að ég náði ekki að lyfta upp löppinni til að flóra hann þegar ég var komin upp. En já, þetta fór svona og þetta hefði getið gengið betur, hefði getið gengið mikið verð líka, þannig að maður má ekki vera of pirraður yfir þessu. En já, geðveik keppni samt, bara, já, mjög góð keppni, fengum alveg mikið betra veður en leit út fyrir að vera alla vikuna fyrir. Þannig að það var bara helviti fínt. En núna það bara að fara að taka til og já, skila allir draslunum tilbaka á sín stað og svo kannski fara að skrúa í Monte Carlo. Það nú ekki mikið eftir, ég veit ekki hvað ég var búinn að sýna þessu, en
Mótorinn er komin í og orðin fastur og skipting komin aftan á hann og alles, þannig að eina sem er eftir er bara já, ég veit ekki hvað er eftir, gefa hann bensín og neista og í gang með þetta drasl, það er ekki mikið meira en það. Bara klára að ganga frá viftunni hérna framan á vasskassan og stýrislagnirnar og allt þetta dót, það er ekki mikið eftir, þannig að það er bara næsta máli held ég. En annars þá held ég að það sé bara komið að lokum að þessu vloggi. Já, ég þakka bara fyrir áhorfið, fyrsta keppni á tímabilinu er búin. Við hlökkum bara til að mæta í næstu. Því miður er hún eftir 4 vikur, þannig að það er pínu bið eftir því, en já, við bíðum bara spenntir eftir restina af sísoninu. Þannig að, eins og ég segi, þakka bara fyrir áhorfið og við sjáum í næsta vloggi.